Velkomin á þennan kynningafund raunfærnimat á sjúkraliðabraut. Og ég heiti Helga og ég náms- og starfsráðgjafi og verkefnastjóri hjá framvegis-miðstöð Símenntunar og ég sé svona framkvæmdina á þessu raunfærnimati og hef náttúrulega verið í samskiptum við ykkur svona flest fram að þessu. En raunfærnimat í raun og veru það sem ég ætla að gera núna að fjalla svona almennt raunfærnimat, byrja á því og síðan sérstaklega raunfærnimat sjúkraliða og svo eins og ég sagði það eru spurningar í restina. Og upptakan af fundinum verður svo sett á heimasíðuna hjá matinu og mörg ykkar eflaust búin að horfa á nú þegar upptökuna frá því janúar en ég seti inn alltaf nýja kynningu þegar hún fer fram. En ég þarf að byrja á því að tala aðeins í hvaða umhverfi við erum að vinna og hvaða sem býr að baki raunfærnimatinu, af því þetta er hugtak sem að bara flestir þekka ekki, sem er ofur eðlilegt. En við framvegis Símenntunarmiðstöð sem að starfar meðal annars eftir lögum framhaldsfræðslu og þar kveður á að bjóða upp á vottaðar námsleiðir, náms- og starfsráðgjöf og svo raunfærnimat fyrir fullorðna sem hafa ekki útskrifast úr framhaldsskóla og þetta er kostað af ríkinu. Og þetta er markhópurinn okkar. Það eru fullorðnir sem hafa ekki lokið námi í framhaldsskóla, annaðhvort aldrei byrjað eða hætt í námi af einhverjum orsökum. Og ástæðan fyrir að tala þetta það er líka talsvert af fólki utan markhópsins sem hefur áhuga á raunfærnimati og þá er ágætt að vita svona á hverju þetta byggir. En punktarnir þarna sem á þessari glæru eru sem sagt hluti á markmiðum lagana og þeir sem að koma einna mest inn á raunfærnimat. Hvað er raunfærnimat? Raunfærnimat gefur fólki sem unnið hefur tiltekin störf tækifæri á að fá hæfni sinna metna til eininga í framhaldsskóla. Og það er litið svo á að hæfni hvort sem eða hvar hæfni er aflað skiptir ekki máli, heldur hvort að viðkomandi býr yfir þessu. Það er að segja að það skiptir ekki máli hvort þú lært þetta í skólanum eða í vinnunni, ef þú ert með þessa færni, að þá ertu með hana. Og grunnhugmyndin er þessi að raunfærnimat, eða grunnhugmyndin í raunfærnimati er að nám fari víðar fram en í hinu formlega skólakerfi og að fólk eigi að geta fengið það nám metið. Þannig getur fólk stytt nám í skóla þar sem það þarf ekki að sitja áfanga sem fjalla efni sem það kann og þekkir vel. Og í raunfærnimati er verið að skoða hvort viðkomandi kann raunverulega en ekki til dæmis að meta bara út frá vinnutíma eða eitthvað svoleiðis. Og tilgangur raunfærnimatsins er þannig að fá hæfni sína staðfesta eða viðurkennda, skjalfesta og skráða og þannig er hægt að stytta námið. Í raunfærnimati á móti námskrá eins og þetta raunfærnimati að þá er verið að skoða hvort að einstaklingur býr yfir hæfni sem er sett fram í námskráni. Hver og einn áfangi í framhaldsskóla er með ákveðin hæfniviðmið og til þess að standast áfangin í matinu þarf nemandinn að sýna fram að hann búi yfir hæfninni sem tiltekin er í námskráni. Þannig segjum við að hæfniviðmið áfanga eru til grundvallar í raunfærnimati. Þú þarft semst að kunna og geta það sem stendur í námskráni til þess að fá áfangan metinn. Þegar fólk fær áfangan metinn eða áfangan metna í raunfærnimati þá er það skráð í innu sem að þið þekkið eflaust mörg, umsjónarkerfi framhaldsskólanna. Við setjum M í einkunn og staða áfangans er lokið. Þetta M er bara metið og staða áfangans er lokið. Þetta er þá komið á námsferilinn og skólarnir sjá það. Þetta þýðir að áfangi sem fæst metinn í raunfærnimati hefur sama gildi og ef honum hefði verið lokið í skóla og hérna er þessi beina tenging við að stytta nám til þess að ljúka náminu, þá tekur þú einfaldlega þá áfanga á brautinni sem þú hefur ekki lokið í raunfærnimatinu. En þetta er svona almennt raunfærnimat og ég ætla aðeins að fara yfir þetta. Eins og ég sagði áðan að þá eru fleiri en raunfærnimati var alveg lokað fyrir þá sem voru ekki í markhópi
En síðan bara í alls konar raunfærnimati hefur verið ásókn hjá þeim sem eru ekki í markhópnum að fá að taka þátt og þá hefur verið brugðist við því með þessu. En markhópur eins og ég fara aftur í það, þeir sem hafa litla formlega menntun, semst ekki útskrifast að 3. þrepi í framhaldsskóla eins og stúdentspróf eitthvað iðnmenntun eða eitthvað svoleiðis og eins og þeir sem að ljúka sjúkraliða námi, að þeir eru útskrifast af 3. þrepi og svo í raunfærnimatinu þá bætist þetta við að vera orðin 23 ára og hafa starfað við umönnum í að minnsta kosti 3 ár. Þeir sem falla ekki í hóp framhaldsfræðslu að þau greiða sjálf fyrir matið og það samkvæmt bara verðlista fræðslusjóðs og það semst 186.000 krónur grunngjald og svo 2.280 krónur fyrir hverja metna einingu. Og það rétt að taka fram að það eru held ég bara orðin eiginlega öll stéttarfélag á landinu sem að taka þátt í þessum kostnaði. Ok, þá erum við komin að þessu, sjúkraliða raunfærnimatinu. Það sem við erum að gera er að við erum að meta fólk formlega inn á brautina eða meta hæfni þess í viðfangsefnum þeirra áfanga sem eru til mats. Við hjá Framvegis erum semst ekki að kenna sjúkraliðabraut en áfangarnir sem fólk fær metna í raunfærnimatinu að þeir eru bara gjaldgengir eins og ég fór yfir áðan og gildi í öllum skólum og það nýbúið að stækka matið þannig ef þið hafið skoðað heimasíðuna að þá bætti ég bara inn í gær þeim þessari viðbóta af áfengum og það voru 6 áfangar áður en núna eru þeir komnir upp í 14 sem náttúrulega mjög svo ánægilegt. Þetta ferlið. Svona fer þetta fram og við fylgjum þessu ferli og við leggjum áherslu á að þátttakendur noti heimasíðuna til að fylgjast með því sem næst á dagskrá. Þar setjum við inn krækjur á fundi, bókanir fyrir viðtöl og það líka hægt að nálgast ýmis gögn eins og til dæmis færnimöppuna sem örugglega ykkar eru byrjuð á, skimunarlista sem ég nýbúin að setja inn. En sem sagt, skráningin búin, þeir eru búin að skrá ykkur í gegnum Forms, þess vegna að fá pósta frá mér. Og þessi kynninga hún er bara að eiga sér stað nákvæmlega núna. Og næst á dagskrá að þá í raun og veru skimunarviðtal en þið þurfa að skila inn gögnum í tengslum við það og fylla út skimunarlistan áður. Ég fer yfir það bara eftir augnablik. Og þetta svona alveg línulegt, það skimunarviðtalið næst, síðan þessi færniskráning, fer yfir það á eftir og allt þarf að vera komið frá okkur og tilbúið áður en þið farið í matsamtöl. Það semst ekki hægt að fara í matsamtöl án þess að vera búin að koma í skimunarviðtal og skila inn öllum gögnum. Síðan eru matsamtölin og ég fer betur yfir það á eftir og svo útskrift. Þetta semst ferlið sem að við fylgjum alveg í hvívetna í þessu mati. Skimunarlisti. Þetta nýtt vegna þess að það var verið að matið var svo lítið, bara 6 áfangar eru núna 14 og þá þurfum við að hafa svona skimunarlista og þetta eru bara 4 blaðsíður, svona vördskjal, eða 3 blaðsíður minni mig og þetta svona fyrsta skráningin ykkar á eigin færni og þarna líka spurt reynslu af mismunandi deildum og það tengist því beint að ef þið hafið reynslu á viðkomandi deildum að þá getið þið farið í mat hvað það varðar í vinnustaðáfanganum, ef ekki þá farið ekki mat í þeim áfanga og svo framvegis. Ég sýni ykkur heimasíðuna á eftir og þar hlaðið þið niður þessu skjali og ég reikna með að ég sendi þetta líka bara á allan hópin í tölvupústi bara á eftir líka. Og þið sendi þetta á, þeir eru búin að fylla þetta út og vistu þetta hjá okkur og sendi mér semst á raunfærnimat@framvegis.is. Ok, síðan komið skimunarviðtalið og þarna verið að fara bara yfir raun og veru hvort fólk á erindi. Þið verðið búin að senda mér inn skimunarlistan fyrir viðtalið og þá var ég búin að kíkja á hann og það getur verið að sé einhverju svona umræðupunktar þar fyrir okkur. Við erum að athuga hvort uppfyllir skilyrði, hvort úr til markhópi og svo framvegis og við skýrum líka ferlið út nánar.
það ósköp eðlilegt af því að þetta heilmikið ferli og það ósköp eðlilegt að þeir náðu þess ekki í þessari kynningu svona bara 1, 2 og 3. En í tengslum við skimunarviðtalið þar sem þetta skila inn staðfestingu á starfi minnst 3 ár, mörg ykkar eru búin að því, staðfestingu á fyrra námi. En það sem að við gerum þarna að í skimunarviðtalinu ef að þú ákveður, ef að þú átt erindi og allt það, ef þú ákveður að halda áfram að þá bara skráum við þig inn í innu í viðtalinu og þá ég komið með aðgang að námsferlinum ykkar í framhaldsskóla. En svo getur jafnvel verið eitthvað annan nám sem að skipti máli fyrir matið sem að þið sendið mér þá staðfestingu á. En við ræðum það bara í viðtalinu. Þið bókið sjálf í þetta viðtal og það krækja á heimasíðunni sem ég set inn núna bara á eftir og ég sendi ykkur hana líka bara örugglega í tölvupósti. Það hefur þróast þannig hjá mér. Þetta verður bara, við byrjum á þessum viðtölum bara á morgun og við höfum þessa viku og næstu viku og þetta náttúrulega alltaf vinnutíma, við byrjum klukkan 10 og yfirleitt til 4, svolítið misjafnt eftir dögum sko. En mín reynsla svo að það eru að komast á þessum tíma einfaldlega vegna þess að þeir eru náttúrulega vaktavinnufólk, langflest og síðan eru bara vinnuveitendur alveg einstaklega skilningsríkir og dásamlegir hefur mér sýnst þegar fólk þarf eitthvað að sinna þessu mati. Ok, færniskráningin, það 2. Það færnimappan, þar eru upplýsingar um nám og störf og aðra færni. Þetta svona yfirlit yfir hvað þið hafið verið að gera fram að þessu og þá sérstaklega náttúrulega tengt umönnun eða því sem til mats í þessu mati. Síðan færnimappan á heimasíðunni, mörg ykkur byrja að fylla hann út. Matslistinn, hann ekki á heimasíðunni, ég sendi ykkur hann í tölvupósti þegar að öll gögn frá ykkur liggja fyrir. En þessi færniskráning að við verðum með hópfundi í næstu viku, já, og þar mætið svona, og þetta þannig að það eru 2 tímar sem í boði og þið mætið bara á annan, þið ekki að skrá ykkur, mætið á annan og ástæðan fyrir við gerum þetta svona hópfundum einfaldlega svo að fólk oft með nákvæmlega sömu spurningarnar og þá eru það að fá bara sömu spurningun og svarið á sama tíma. Þetta sparar tíma fyrir okkur og fyrir ykkur. Ok, næst á dagskrá. Já, þetta gerum við líka núna bara í október. Við ætlum að reyna að drífa þetta bara svolítið áfram. Þetta færnimappan, mörg ykkar eru eflaust búin að sjá hana. Og þetta Word-skjal sem þið hlaðið niður, vinnið í og sendið mér svo á raunfærnimat@framvegis.is. Og þetta bara nafn og kennitala þessar persónulegu upplýsingar, starfsreynslan núverandi starf eða síðasta starf. Það stendur síðasta starf ef að fólk ekki í starfi nákvæmlega núna. Og þetta svona helstu verkþættir, það bara svona í grófum dráttum, þú veist hvað að gera í vinnunni. Ef einhver spyrði, þú veist, hvað gerur í vinnunni þinni? Að þá segirðu frá því. Umönnun ekki alveg nægjanlegt svar vegna þess að þó að það sé náttúrulega að sjálfsögðu sameiginlegir þættir hjá fólki sem að vinna í umönnun, að þá getur það samt verið misjafnt og svo líka bara misjafnt eftir stöðum hvaða ábyrgð fólk að fá og annað slíkt, sko. Fyrri störf og það sem skiptir mestu máli að þið setið inn störf sem að tengjast umönnun. Ef þið viljið setja inn fleiri fyrri störf þá það bara alveg sjálfsagt, þið megið það alveg gera það. Annað sem fólk vil taka fram þá pláss fyrir það hér. Síðan þetta menntun og þarna skrifiði eða skráiði það sem að þá skóla og það nám sem að hafi sótt semst eftir grunnskóla. Það mikilvægt að skrá allt og líka það sem ekki lokið og þá getur verið gott að setja til dæmis eininga fjölda við og bara námi lokið já eða nei. Námskeið og réttindi, það sem skiptir máli hér aftur það sem kemur við þessu raunfærnimati og sum ykkar hafa farið í kannski fagnámskeið í umönnun eða einhver vinnutengt námskeið og annað slíkt og annað sem fólk vil taka frá menntun. Mér dettur í hug, þarna hefur stundum séð eins og fólk sem að vinna hjá
tökum sem dæmi Hrafnistu, það er svona Hrafnistu skólinn sem á netinu, þar sem að fólk hefur að sækja bara alls konar námskeið eða hlusta á alls konar kynningar eða fræðslu, kannski ekki alveg með nákvæmar dagsetningar eða heita á þessu, en þá getur fólk fjallað það eins hér. Önnur reynsla á færni, og þetta eitthvað sem að fellur semst ekki undir starfsreynslu eða menntun, eitthvað sem þeir eru ekki búin að skrá hérna á undan í þessa möppu. Og þetta getur verið bara eitthvað í tengslum við trúnaðarstörf í félagasamtökum. Hérna hef ég líka fengið eins og ef að fólk hefur verið með, ég man eftir dæmum þar sem að fólk hefur átt langveik börn sem það hefur verið með í umönnun eða sinna einhverjum nákomnum eða Rauði krossinn allavega. Síðan hérna markmið og þá bara, þú veist, hvað markmið ykkar? Af hverju það fyrir raunfærnimat? En þetta svona fljót yfir ferði við þetta og við förum nánar yfir þetta í á fundunum sem að verða í næstu viku. Ég vil nefnilega ekki fá þessar möppur til mín fyrir en eftir við erum búin að fara á fundina og þessi fundir eru þannig að sumir eru kannski alveg búin með þetta, mæta bara fundin, þar fyrir yfir þetta, fólk sér ok, ég var að gera þetta bara eins og á að gera þetta, vantar ekki þarna inni og þá fær fólk bara að fara á fundinum og sendi mér möppuna. Þannig að sumir eru þarna inn kannski mestarlega 10 mínútur, en við tökum klukkutíma frá á netinu þannig að fólk hafi tíma til að bara vinna þetta. Ok, síðan matslistinn og þetta líka Word-skjal og við vinnum þetta bara rafrænt á sama hátt og á færnimöppuna og gerum þetta líka á hópfundi. Það hjá okkur núna nýr matslisti sem við höfum ekki verið með áður af því að það er verið að fjölga áfengum og hann semst unnin út frá námskrá VFMA, Verkmenntaskólans á Akureyri, en það skiptir engu máli hvað skóla þeir í, af því að sjúkraliðabrautirnar eru svona næstum því nákvæmlega eins, það getur verið pínubræðmunur, en áfangarnir sem eru metnir að þeir eru gjaldgengir í öllum skólum sem að bjóða upp á sjúkraliðabraut eða brú. Og það eru semst 14 áfangar á þessum lista og þá fólk að meta semst hæfni sína fyrir hverju, gagnvart hverju atriði fyrir sig og viðmiðin atriðin þarna samsvara sem sagt hæfni viðmiðunum í námskrá. Þarna komið svona beintenging við námskrána. Og þið þurfa að hafa í huga að þetta sjálfsmat sem þýðir að þú ert að mæta þína hæfni þegar þú fyllir út listan, ekki einhver annar eins og samstarfsmaður eða yfirmaður. Við fáum talsvert af fólki sem ekki með íslensku sem móðurmál í þetta mat og ef að fólk þarf aðstoð við að skilja listana þá í góðu lagi að fá aðstoð við það og nota tæknina og allt svoleiðis. En aftur við förum betur yfir þetta á fundinum þegar við tökum þessa lista fyrir. Áfangandi mats, ég svolítið gaman að sýna þessa töflu núna í fyrsta sinn með öllum þessum áfengum. Við vorum bara með heilbrigðisfræði, næringarfræði, verknám og hjúkrunarheimili og svo nokkra aðra hjúkrunaráfanga og samskipti. Þannig að þetta heilmikil viðbót og það kannski rétt að taka það fram að einhver ykkar þeir sem eru búin með einhver af þessum áfangum í skólanum, ef þeir eru í skóla, að þá þeir náttúrulega ekkert að spá í því í raunfærnimatinu af því að það stendur á námsferðinu hjá ykkur að þetta sé lokið, þá farið ekki mat í því. Síðan fer það bara eftir ykkar reynslu og ykkar færni, hvernig þið metið hana og líka bara þegar við spjallum saman, ég og þú, að þá kemur í ljós hvaða áfanga þú átt í raun og veru erindi í. Það sem ég að reyna að segja svolítið að mér finnst hæpið að einhver einstaklingur fari í mat í öllum áfengum. Það bara almennt í raunfærnimati það yfirleitt ekki þannig. Sjúkraliðabrautin náttúrulega, öll brautin eru rúmlega 200 einingar. Ef einhver á brú þá minnir mig að það sé 140 pluss einingar og þetta náttúrulega, sko þegar fólk fyrir matið þá það ekkert búið með brautina. Þú veist, þá þarf það að halda áfram í námi. Ok, þá komin í matsamtölin og þegar öll gögn liggja fyrir að þá náttúrulega á að vera ljóst, þú veist, hvaða áfangar til mats hjá hverjum einum og fjöldi matsamtala fer einfaldlega eftir í hvað margir áfangar til mats.
Þannig að það er ómögulegt að segja hvernig það verður. Einhver ykkar koma kannski 2 viðtöl, önnur kannski 5, við vitum það ekki fyrirfram. Og þetta eru sko samtöl og verklegt skrifa ég þarna, en þetta nú bara í þessu raunfærnimati, ég með 2 mjög reynda matsmenn, það eru, ég heldur sem ég veit ekki, með 120 manns eða eitthvað, mjög þjálfaða matsmenn sem eru báðar kennarar á sjúkraliðabrautum, önnur heitir Sigrún Gísladóttir og hin Sigríður Rós Jónatansdóttir og þær eru það flinkar að fá fram færni í samtölum að það dugar yfirleitt. Já, það er rétt að taka fram að sko matið á íslensku, allir listarnir á íslensku, við gerum ráð fyrir að matsamtölin verða á íslensku, en það hefur alveg komið fyrir að við höfum brugðið fyrir okkur ensku. Þannig að þið viti bara af því að það er einhver að stressa sig á tungumálunum. Við finnum út úr því alltaf, sko. Þetta, ég segi nóvember, desember, það fer eftir hversu hratt þetta gengur fyrir sig. Það gæti verið að við byrjum bara í október. Við sjáum bara hvernig þetta spilast. Við byrjum allavega fljótt og við getum. Þessi matsamtöl, að þau eru á Teams. Allt matið í raun og veru á Teams. En aftur á móti ef einhver vill koma eins og í skimunarviðtal til mín í Borgartúni þar sem að framvegis að þá getum við alveg rætt það og ef einhver vill koma til mín og fá aðstoð við að fylla eitthvað út að þá finnum við út úr því. Þannig að sumir fari gegnum þetta án þess að þurfa nokkra aðstoð, aðrir þurfa einhverja aðstoð og það er bara eitthvað sem við finnum út úr. Ok, vottun og skráning, þetta það sem útskrift þarna í raun og veru vottun skráning, útskrift, hvað við köllum það, að þarna skráum bara metnar einingar eru skráðar inn og síðan lokasandar hjá mér og þar sem við förum bara yfir matið og hvað næst á dagskrá og allt svoleiðis. Ég ætla að sýna ykkur heimasíðuna, við erum öll búin að fara þarna inn að einhverju leyti. Hún hér. Já, þetta heimasíðan hjá okkur, við erum að gera miklu meira heldur en bara raunfærnimeta, sko. Sjúkraliðabrautin, þau eru á þessum fundi hér, ég set inn upptöku þarna, stækka þetta aðeins, set inn upptöku á þessum fundi, það sem að skipti mestu máli þessi flipi. Dagskrá haustanar. Set ég inn allt sem að skipti máli. Skimunarviðtölin hefjast 8. október. Ég set krækju á bókunarsíðuna bara núna á eftir. Þannig að þið getið byrjað að bóka. Við tökum fyrir sem skimunarlisti og þið getið nálgast hann hér, smetla bara og þá downloadast hann og þið þurfum náttúrulega vist hann hjá ykkur þá. Ok, síðan eru sjálfsmatsfundirnir fyrir færnimöppuna að þeir eru í næstu viku, miðvikudag og fimmtudag, 15. og 16. október, á miðvikudaginn klukkan 11, á fimmtudaginn klukkan 3 og þið veljið bara annan tíman. Þið þurfið ekki að skrá ykkur, þið veljið bara annan tíman, það sem að hentar ykkur betur. Og við setjum krækju á fundin hér. Og hér færnimöppan líka. Síðan matslistafundur, 17. október, föstudaginn í næstu viku og mánudagur 20. október. Og það eins, sko, ég sendi ykkur þá tölvupóst með matslistanum og þið mætið, þá erum við búin að sjá svona út væntanlega hver að fara í hvað og þið mætið á bara annan fundi, þið veljið ykkur. Ok. Og matsamtölin, ég hef yfirleitt ekki sett þarna inn krækju fyrir fólk að skrá sig af því að það þarf náttúrulega að samræma ykkar tíma og tíma matsmanna, þannig ég geri það bara í samráði við ykkur. Og sjáum við alla þessa nýju áfanga hérna þetta allt komið inn, sem náttúrulega mjög ánægilegt, eins og ég segi. Næstu skref, skrá ykkur í skimunarviðtal, krækjan kemur inn bara núna eftir, fyll út skimunarlistan, ég sendi þetta bæði til ykkar í tölvupósti bara núna eftir,
finna þetta gögnum nám og staðfestingu á starfi, mörg búin að senda staðfestingu á starfi, önnur þurfa að gera það. Staðfestingin námið, þú veist, ég sé námsferilin ykkar þegar við skráum ykkur í matið, en ef það er eitthvað meira að finna það til, mæti skimunarviðtal, mæta á 2 sjálfsmatsfundi og mæta í matsamtöl. Þannig að svona lítur þetta allt saman út. Hérna er heimasíðan, já, ég ætlaði nú að taka á þetta, en þetta er sko öll gögn eiga að fara hérna á raunfærnimat.framvegis.is. Ég ætla að hætta núna að deila og bíddu nú við. Af hverju tekst mér ekki að stoppa upptökuna? Lína, ertu þarna? Stöðva upptöku, já, þetta er ekki alltaf flókið sko.